Já, það nú ekkert nýtt að það loði við hjá fólki sem vinstra megin í lífinu, í pólitík og öðru, að það hreinlega hatist út í einkaframtakið og við höfum auðvitað séð, það var mjög skýrt þegar að Svandís nokkur Svavarsdóttir var heilbrigðisráðherra að hún bara vildi ekki sjá að einkaframtakið kæmi nálagt heilbrigðismálum á Íslandi sem algjört harakýri fyrir samfélagið allt því að það hefur auðvitað sýnt sig að það sé mjög bæði arðbært fyrir ríkið og gott fyrir samfélagið að einkaaðilar sinni heilbrigðisþjónustu líka. En hér erum við með Facebook-færslu frá Vilhjálmi nokkrum Þorsteinsinni sem var nú lengi svona talin svona einn af hugmyndafræðingum samfylkingarinnar. Það var ekki ritari samfylkingarinnar einhvern mann. Misti þá stöður reyndar þegar að það var fyndið, hann var það eru myndir af hann þar sem hann var sko í mótmælunum gegn Sigmundi Davíð með einhver Panama-skilti á lofti og svo kom í ljós að hann var sjálfur í Panama-skjölunum. Nei, það var mjög fyndið. Þá var hann með eitthvað sjóði sem að fólk alveg frjálst að geima peningana sína hvar sem Já, hann gagnrýnir einhvern fyrir að gera það sem þú varst að gera. Hræsnin var yfirgengileg. En ég ætla að lesa þennan pistil. Hann ég, heilbrigðiskerfið og sparnaður í ríkisrekstri. Fyrir rúmum 3 árum fann ég fyrir smá hjartaóreglu og leita á heilsugæslustöð, notaði triksið með að panta tíma á hjúkrunarfræðingi. Heilsuvera tók ekki mála, ég fengi tíma á lækni. Og þar fekk ég tilvísun í hjartaómskoðun hjá einkafyrirtækinu Hjartamiðstöðinni EHF í Kópavogi. Þangað fór ég, fekk fína þjónustu. Fyrirtækið hefur á að skipa glæsilegri móttöku með snertiskjá fyrir innritun, 2 móttökuriturum, stórum biðstofum, veglegri kaffistofu, starfsfólki og svo framvegis. Hjartalæknirinn vildi fá mig aftur í tékk eftir 3 ár og svo skoðun fór fram í vikunum sem leið. Þá sem sagt mætti ég aftur í fínu móttökuna klukkan 10 að morgni, fekk úrvalsþjónustu þar sem hjúkrunarfræðingur gerði hjartaómun sem fer fram með svipuðum hættu og ómskoðun óléttra kvenna og annar tók svo hjartalínurit. Eftir fylgdi minna en 10 mínútna viðtal við læknin, allt í fínu lagi og ég gekk út klukkan 10:45. En, sem sagt, þessi heimsókn til einkafyrirtækis kostaði 75.284 krónur, cirka andvirði einnar vandaðrar þvottavélar. Af þeirri upphæð greiddi ég sjálfur 35.824 og skattborgarar, það er að segja sjúkratryggingar, 39.460. Ég hélt í fyrsta lagi að heilbrigðiskerfið hér væri að mestu ókeypis fyrir notendur, en 35.000 krónur töluverður biti fyrir marga að kyngja. Þótt hann sé vel viðráðanlegur fyrir mig. Diggir lesendur muni eflaust eftir ristilskoðunni sem ég fór í fyrir árið eða 2, enda eftirminnileg fyrir alla hlutaðendi, kostaði 50 skall. Í öðru lagi 75.284 krónur askoti mikið fyrir þjónustu sem tekur 45 mínútur og ég gat ekki betur séð en að viðskiptavinir verið þarna á færibandi allan daginn. Í þriðja lagi hlýtur á vakna svo spurning hvort ekki væri miklu ódýrara að þessi tiltölulega einfalda þjónusta væri veitt af Landspítalanum eða jafnvel á heilsugæslustöðum. Kannski einhverju undirmengi stærri stöða. Maður fær sterklega á tilfinninguna að jaðarkostnaðar við að bæta þessari þjónustu við aðra þjónustu væri stærðagráðu minni en þessar 75.284 krónur per heimsókn. Og það geti varla verið hagkvæmt að vera með þessar sjálfstæðu rekstrareiningar út allan bæ með sínum eigin móttökuriturum, tölvukerfum, bókaldi, þrifaþjónustu og allri annari yfirbyggingu. En ég bjartsýnn á að þessi samkeppnislausa sókn í fé heilsutæpra samborgara og almenna skattborgara muni breytast þótt að koma sér ný ríkisstjórn? Nei, ég það ekki. Sérhagsmunir af svona einkarekstri munu áfram trompa almannahagsmunina. Þeir eru sterkir í þessu tilviki eins og mörgum öðrum. Og það eru menn eins og Guðmundur Andri Tórsson og Björn Leví og svona sem að líka þetta sjálfsögðu og það eru margir sem að taka undir með honum í kommentunum. Fínir punktar að þarna Vilhjálmur, mjög góð greining hjá þér Villi, mjög góður og sláandi pistill, segir Guðmundur Andri. En það sem er mest sláandi í þessu eru staðreindaviturnar, því að það kemur fram í máli læknis sem hefur starfað á Landspítalanum lengi og var ekki einhver yfirlæknir í einhverju COVID-deild á sínum tíma, hann heitir Ragnar Freyr Ingvarsson. Já. Hann sem sagt bendir á að þessi þjónusta veitt á Landspítalanum og þar kostar hún ekki nema, munið að hafa 75.284 krónur á einkastofunni,
En hjartaómskoðun á Landspítala kostar 322.000 krónur. Það er verðskrá frá 2024, segir Ragnar Freyr. Og hann segir á öðrum stað þarna heimsóttin sem þessi með aðkomu 3 heilbrigðisstarfsmanna með línuriti og hjartaómskoðun með tækjabúnaði sem kostar 15-20 milljónir er ódýr í samanburði við heimsóttin og göngudeild Landspítalans. Og mun ódýrari en erlendis, til dæmis í Svíþjóð eða Englandi. Sérhæfð hjartalæknaþjónusta er ekki veitt á heilsugæslustöðum. Hlutur sjúklings er síðan ákveðin af stjórnvöldum, það hefur ekki neitt með okkur læknana sem veitum þjónustuna að gera. Við myndum gjarnan vilja að hlutur sjúklinga væri minni. Og við það vil ég bæta að auki að þjónusta sérfræðilækna á stofnun er ríkinu einkar hagkvæm. Ríkið ver 13 milljörðum árlega til að kaupa þjónustu sérfræðilækna og færa á móti meir en 500.000 læknisverk. Viðtöl, rannsóknir og aðgerðir sem er 1/3 allra göngudeilda þjónustu á landinu. Það eru 3,5% af útgjöldum til heilbrigðismála. Og hann kemur með þetta snemma inn í en það eru margir sem einhvern veginn láta þetta sem sér sem vindum eyru þjóta. Hann svarar hann ekki eins og niður. Nei, hann bara Vilhjálmur Þorsteinsson, hann kýs bara einhvern veginn að sjá þetta ekki og til dæmis það sem Helgi Hrafn er að svara það svarar Helgi Hrafn, svarar Ragnar líka og Vilhjálmur svarar bara Helga Hrafni, það er bara eins og hann sjáu ekki Ragnar og Já, hann bara getur ekkert sagt við hann, þetta er bara eitthvað bullshit árað gegn eitthvað. Já, en þetta er svolítið svona Þetta er svo miklir Þetta er svolítið svona að pissa í skóinn sinn eða að koma með mikla ræðu hvað þetta sé skelfilegt að einkaaðilar skuli taka 75.000 krónur og veri miklu betra að Landspítalinn myndi sjá þetta og svo kemur í ljós að Landspítalinn er að gera þetta fyrir margfalt hærri upphæð og þannig að já, þetta er svolítið eins og bara dundra sjálfan sig í fjesið sko. Fyndi að sjá þessa umræðu sko, en það eru einhverjir sem eru sammála Ragnari. Dýrasta heilbrigðisþjónustan er veitt á Landspítalanum og leggst hún auðvitað á skattborgarana. Já, meira heldur en enga, það ekki? Já. Margir hér snúa blinda augun að ansi mörgu í þessu máli. DRG-kerfið tryggir spítalanum fjármagn í rannsóknir og aðgerðir sem krefjast þekkingar og tækjast. Þessar fjárhæðir eru eins háar eða hærri en til einkarekinna stöða. Já, það er eins og í öllu öðru, það virðist ekki vera neitt ódýrara að láta ríkið sinna einhverju sem einkaaðilar geta gert. Það hefur aldrei verið hagkvæmara að láta ríkið gera það. Þetta er basically glataður pistill sem var rekin upp í kokið á honum aftur af ykkur sem veit nákvæmlega hvað hann er að tala um. Nákvæmlega. Það er basically staðan og hann er ekkert búin að, þú veist, já, ok, ég sé þetta betur núna, já, ok, ég vissi þetta, þú veist. Það er bara eitthvað, engar ekki slæmt, ríkis ekki gott. Já. Og svo er þetta allt svona the usual suspect sem er með honum, sko. Sem að er sláandi pistill, sláandi. Æ.